komið sæl. Við vorum með háþrýstisvæði yfir landinu í dag og það mun stjórna veðrinu hjá okkur á næstu dögum. Miðjan nánast yfir landinu í dag en svona þegar líður á nóttinu og morgundaginn þá svona klofnar hún í tvennt en verður að mestu stödd hér rétt suður af landi næstu daga. Það svona opnar aðeins á vestlæga átt hjá okkur sem getur haft áhrif á allan að skýjafari hér vestanlands en á löngum og stórum köflum að þá verður sólríkt mest allt land og við sjáum það nána hér á eftir. Sæmilega hlýr loftmassi, við sjáum hámarkshitatölur fara vel yfir 15 stigin í dag á Norðurlandi og við búum að það geri það á næstu dögum bæði norðan og austan til eða svona allan á austanverðu landinu og ekki sem breytist í þeim efnum þó fyrir nálgast helgina þegar lítur út fyrir að við fáum hér norðaustlæga átt í vikulok og þá svona heldur munu hitatölur fara dalandi. Á nærsviðina þá sjáum við að það eru nánast enga þrýstilínur á þessu korti, ein hér sem að hlykkja sig hér yfir vestfirði, hægur vindur af þeim sökum, sólríkt á öllu landinu og ef við keyrum hreyfimyndina þá sjáum við að það svo sem breytist ekki mikið hvað varðar það sem eftir lifir kvölds og nætur en síðan þegar vestanáttin kemur hér inn þá í síðla nætur og í fyrramáli þá er viðbúið að það munir svona draga fyrir hér allara vestast á landinu en áhrifin svo sem lítil annar staðar nema vera skildi að hún verður nú svona við getum fundið vel fyrir þessari suðvestanátt þá allan hér á norðvesturhorni landsins. Klukkan 14 á morgun sjáum við að þetta verður á þessa leið landið baðað nánast allt í sólu nema hér vesturströndin og hámarkshitatölur væntanlega þá að fari þetta 15, 16 og 17 stig á morgun en eðlilega hér vestan til að þá verður hitatölur eitthvað lægri sérstaklega ef þokan nær að koma inn og þetta eru þokutákn hér úti fyrir vestanverðu landinu að hún gæti nú svona spilt gleðinni hjá okkur og allavega viðbúið að það gerir það staðbundið. Og frá morgundeginum og fram á miðvikudag þá nú ákaflega litlar breytingar í þessu eins og við sjáum hér á hreyfimyndinni. Áfram verður vestlæga átt sem að getur orðin og svona staðbundið nokkuð stíf á norðvesturhorninu, hægari í öðrum landslutum og á miðvikudaginn nú að sjá þetta sé svona nokkuð svipað heldur minni raki í þessu hér vestanlands og því minni líkur á þoku þann daginn en það eru lítið óbreytt veður hámarkshitatölur 16, 17 eða bil 18 stig og svo svona spáin bendandi þess að hann geti jafnvel slagað nærri 20 stigum hér staðbundið á Suðausturlandi á miðvikudaginn. Og það sem eftir lifir miðvikudagsins og fram á fimmtudag áfram sama sagan í rauninni en svona heldur minnkandi vindur og þegar það gerist þegar vestanáttin svona deyr drottni sínum og þá viðbúið að svona lágþrýsti frávik hér inni við landi geta að fara að draga inn loft af hafi þá inn á austurströndina og því komin ákveðin þoku þetta þar þegar komið fram á fimmtudag. Allavega svona á Austfjörðum getum við sagt en áfram verður skýjað hér vestan til allavega að mestu leyti þar á milli bara bongó áfram og áfram milt í veðri en svo þegar við komum fram á föstudag þá útlit fyrir að þetta muni aðeins breytast við fáum hér norðaustlæga átt og það muni kólna hjá okkur þegar við komum inn á helgina. En þetta háþrýstisvæði sem að stjórna í veðrinu í okkur, það tegir nú svo sem anga sína víðar og við sjáum að það sólríkt í höfuðborgum Norðurlandana þó það sé nú ekki endilega íkja mikið hærri hitatölu þar, þó flott veður þar slóðir, svona öllu óstöður í tíðin þegar við komum hér til suðausturhlutans, skúraleiðingar nokkuð víða ef ekki þrumuveður og það á einnig við Portúgal sem búist við skúrum á morgun með hitatölur svona frá 25 og yfir 30 á Spáni. Ekkert sérstakt veður á Kanaríum á morgun, allan að viðbúið að það geri skúri nokkuð víða en í Norður Ameríku þá svona helst í þessu kort að sjá að það eru þrumuveður víða í Texas á morgun sem og úti við vesturströnd Bandaríkjanna og til að mynda viðbúið að geri þrumuveður í bæði San Francisco og Los Angeles en ágætis veður síðan þar á milli en athyglisvert með hitatölur hér í Kanada þó að síðan deginu nokkuð háar að þá spáin að gera ráð fyrir að geta jafnvel fryst til að mynda í Winnipeg. En hvað varð morgundaginn þá verðum við hér undir áhrifum hæðasvæðis sólríkt mest allt land nema vera skildi hér allra vestast. Verið sæl.